fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Áður en við göngum til dagskrár þá legg ég til að við bætist liður 8, Vatnsveita Rangárþings ytra Ásahrepps BS fundur 13, liður 9, Oddi BS fundur 38 og liður 10 Byggðaráð Rangárþings ytra fundur 34. Einhver athugasemd við það? Svo ekki. Þá gef ég þér orðið sveitarstjóri til að fara yfir nokkur atriði úr rekstri sveitarfélagsins. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það margt að frétta úr rekstri sveitarfélagsins. Það mikið gaman að því. Það margir boltar á lofti og það sem mér langar til að nefna hérna hefur verið áberandi svona undanfarna daga og vikur. Það auðvitað þetta með matvöruverslun hérna á Hellu. Það hefur farið heilmikil tími í það. Það átt marga fundi með Samkeppniseftirlitinu og við hérna sveitarstjórninu þetta líka og samkaupum og festi og það nú að komast lending í það og við erum auðvitað að taka fáum það inn á þennan fund okkar líka aðeins, það á dagskránni. Nú síðan verkefni sem að við erum farin með að stað eins og hesthúsahverfi hér á Hellu, það fundað með hesthúseigendum og það hefur verið heilmikið að gera í að taka á móti umsóknum lóðir meðal annars þar, þannig að það verkefni komið bara á góðan skrið. Nú, og það þessi hnitverkfræðistofa sem að hanna götur og slíkt í þessu hesthúsahverfi og síðan það Efla sem að vinna með okkur í Öldukverfinu og við erum að fá inn á þennan fund samning við Basalt sem að við ákváðum að fá með okkur í Bjargshverfið. Þannig að það hefur verið svona áberandi síðustu daga. Nú byggðarsamlegin eru öll að funda til að ganga frá ársreikningum sem að á þessum tíma verkefnið og við fáum það líka hérna inn á fundin okkar. Síðan hafa verið fundir í viðbragðsteymi okkar út af COVID og það hafa verið fundir í aðgerðastjórnunar teyminu hérna á Suðurlandi, almannavarnir kringum COVID, aðeins að breyta reglum og eitt og annað og skipuleggja bólusetningar fyrir okkar svæði. Nú við erum að auglýsa þó nokkuð störfum og brugðum á það ráð núna að safna bara saman öllu því sem við erum að auglýsa eftir og auglýsa svona sérstaklega og það hefur farið mjög víða og vakið athygli og markas- og kynningafulltrúin okkar hefur verið duglegur við að koma þessu á framfæri öllu. Það eru umsóknir einar 6 sem að bárust skólastjóra Laugalandsskóla sem að við erum þá að fara að vinna úr núna í næstu viku. En síðan auglýstum við líka eftir heilsu, íþrótt og tómstundafulltrúa og þar sem sé umsóknarfrestur til 18. apríl en það komið inn þó nokkuð umsóknum þannig að ég vona því að það verði gaman að vinna úr því líka. Síðan hef ég verið að taka forstöðumenn í starfsmannasamtöl og búin að tala við alla, að klára þetta núna bara á morgun. Það maður reynir að gera það einu sinni á ári í það minnsta svona formlegt samtal og sem mjög gagnlegt fyrir báða aðila. Takk fyrir. Þetta sveitarstjóri, það liður 1 á dagskrá hjá okkur Byggðaráð Rangárþings ytra fundur 33. Þar vísað til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 1.9 lóðamál í Þykkvabæ, niðurstaða byggðaráðs. Í gildi deiliskipulag frá árinu 2000 í Þykkvabæ. Þar meðal annars gert ráð fyrir nokkrum íbúðalóðum á landi sveitarfélagsins ofan við svokallaðan ásveg. Lagt til að vekja athygli á þessum byggingarlóðum og auglýsa þær lausar til umsóknar.
Sveitarfélagið á jafnframt land við Ásveig 1 sem hefur verið á leigu en þeirri leigu nú lokið. Lagt til við sveitarstjórn að kanna verði hvort áhugi sé til að nýta þetta land undir byggingar eða atvinnutengda starfsemi, samþykkt samhljóða og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og sveitarstjóra verði falið að vinna málið áfram. Orðið laust. Ingu, gjörðu svo vel. Já, ég á þetta. Já, oddviti, sko, ég hef nú verið að skoða þetta skipulag þarna niður frá og ég held að við þurfum eitthvað að svona endurskoða það. Það svona ýmislegt sem sló mig svolítið, en það bara að skoða þetta betur. Allavega þurfum að skoða þetta, en þarna eru lóðir og það náttúrulega að gera að koma þeim á framfæri og það hugsanlega hægt að fjölga lóðum. Ég ræddi það nú, eða svona, fór nú milli mín og sveitarstjóra orðum það og það alveg opinn möguleiki með það að bæta við lóðum þar í semsagt tengingu við Ásveginn, eða við reyndar Þykkvabæjarveginn á Ásveg, þannig að það þykir kannski bara að skoðast líka. Ef að væri svo mikil vöntun, það ekkert sem að þarf endilega að gerast, en það allavega opið ef að væri vöntun. Og það náttúrulega eins og ég hef sagt áður að sko, við þurfum að geta boðið upp á atvinnu og íbúðarlóðir sem víðast í sveitarfélaginu til þess að laða til okkur bæði íbúa og fyrirtæki. Takk fyrir. Fyrir þetta Yngvi. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð. Jú, Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Kannski eitt sem að ég vakti athygli á byggðarráðsfundinum og kannski vekja aftur athygli á að við þurfum náttúrulega að skoða hvernig innviðirnir eru þarna. Hvernig afhendingaöryggi rafmagns, hvernig afhendingaöryggi vatns. Við þurfum svolítið að greina það og sjá hvernig þeir standa upp á hvað við getum boðið upp á þarna. Þannig kannski spurning hvort við ættum að setja það eitthvað inn í bókun eða hafa í huga. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs þessa tillögu. Svo ekki. Ég held að mér finnst bókunin geta staðið svona að við vekjum athygli á þessum lóðum og sjáum hverju það skilar og tökum þess að framhaldi til skoðunar. Þeir sem geta samþykkt tillagan gefa merki. Tillagan samþykkt, samhljóða. Liður 1.14. Matvöruverslun á Hellu, niðurstaða byggðarráðs. Byggðarráð leggur fram eftirfarandi yfirlýsingu varðandi rekstur dagvöruverslunar á Hellu. Í langan tíma hafa staðið yfir samskipti milli Festi hf. Sem rekur matvörubúðina Kjarval á Hellu og Samkeppniseftirlitsins. Þrátt fyrir að sveitarfélagið sé ekki beinn aðili að þessu máli, þá hefur allan tíman verið leitað eftir upplýsingum stöðu málsins og ótal fundir, símtöl og önnur samskipti átt sér stað milli fulltrúa sveitarfélagsins, stjórnar fasteignafélagsins sem rekur miðjuna Hellu og starfsfólks Samkeppniseftirlitsins og ekki síður forstjóra og annars forsvarsfólks Festi hf. Vel rekin matvörubúð með góðu vöruúrvali og samkeppnishæfu verði skiptir gríðarlegu máli á stað eins og Hellu. Samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum benda allar rekstrartölur til þess að Kjarval á Hellu gangi vel og Hella sé eftirsóknarverður verslunarstaður með trygga viðskiptavini. Það hljóti því að vera mjög áhugavert að reka þar matvöruverslun. Eftir því sem best verður skilið þá gerði Festi hf. Sátt við Samkeppniseftirlitið að selja frá sér verslunina Hellu vegna einokunaraðstöðu á dagvöruverslun í Rangárvallasýslu þegar Festi hf. Og N1 runnu saman í eina sæng. Upphaf málsins má rekja til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2019, samanber einnig fréttatilkynningu eftirlitsins 18. febrúar 2020. Þar kemur fram að samkvæmt rannsókn Samkeppniseftirlitsins á samruna N1 og Festi hafi meðal annars komið í ljós að verslanir Festi, Krónan á Hvolsvelli og Kjarval á Hellu
og enn einn á Hvolsvelli yrðu nánast með einokunarstöðu í sölu dagvara á Hellu og Hvolsvelli eftir samrunan. Samkvæmt 3. málsgrein 12. greinar umræddrar sáttar kemur fram að verslunin Kjarval skuli aðeins seld til aðila sem sé til þess fallinn og líklegur til að veita umtalsvert samkeppnislegt aðhald við sölu dagvara á svæðinu. Skal kaupandi vera óháður og ekki neinum tengslum við enn einn. Einnig skal kaupandi samkvæmt þessu skilyrði sáttarinnar búa yfir nægjanlegri þekkingu, fjárhagsstyrk og hvata til þess að líklegt sé að hann geti til bæði skemmri og lengri tíma veitt umtalsvert samkeppnislegt aðhald. Nú höfum við hér í Rangárþingi ytra fylgst með því að Festi hf. Hefur gert einhverja tilraun til að selja frá sér verslunina, en greinilegt að í engu tilfelli hefur þar ofangreint skilyrði 3. málsgreinar 12. greinar umræddrar sáttar verið uppfyllt. Nú svo komið að við hér í Rangárþingi ytra teljum nú komið annarkvort fær Festi hf. Leyfi til þess að reka hér áfram sína ágætu verslun og þá gjarnan þannig að bætt verði í og opnið hér krónubúð eða þá Festi hf. Snýr sér að því að selja Kjarvalsverslun sína hér á Hellu til aðila sem teljast samkeppnisaðilar og hafa til þess nægjanlegt afl. Þessir aðilar eru teljandi á fingrum annarar handar hérlendis og gangi þetta hvorugt eftir þá þurfa Festi hf. Og samkeppniseftirlitið einfaldlega að setjast niður og endurskoða þessa sátt sem gerð var því varla hægt að hugsa sér verri útkomu fyrir samkeppni í dagvöruverslun í Rangárvallasýslu en þá að loka einu matvörubúðinni í öðru kauptúninu. Sú útkoma hlýtur reyndar að teljast óhugsandi því þar með fyrrgreind sátt milli Festi hf. Og samkeppniseftirlitsins fyrst þverbrotin. Þetta var samþykkt samhljóða og í ljósi þess hvernig þessi mál hafa þróast undanfarna daga, þá tillaga að bókun sveitarstjórnar að sveitarstjórn Rangárþings ytra lýsi yfir ánægju með að niðurstaða sé loks að fást í þetta mál. Það eru miklir hagsmunir fólgnir í því fyrir íbúa og ferðamenn að á Hellu sé starfrækt góð matvöruverslun sem býður upp á samkeppnishæf verð. Það auk þess fagnaðarefni að hér eru að koma inn öflugir aðilar með skýr áform að sækja fram hér í okkar vaxandi samfélagi. Orðið laust. Engin hversu hljóðust þessi geta samþykkt tillögunni gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.16 land úr Gaddsstöðum kauptilboð. Það niðurstaða byggðarráðs. Lagt fram bréf frá Bergþóru Björg Jósepsdóttur og Haraldi Magnússyni með óskum að fá að kaupa leiguland sitt úr Gaddsstöðum austan afleggjara að Gunnarsholti. Landið á óskipulögðu svæði og sveitarstjóra falið að afla nánar upplýsinga stærð landsins og erindinu vísa áfram til sveitarstjórnar og til að bókun sveitarstjóra falið að taka saman frekari gögn landið sem ræðir og leggi fyrir næsta fund sveitarstjórnar og afgreiðslu sé frestað. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, sveitarstjórn bara að því að þetta kemur fram í að þetta kemur fram í bókum byggðarráðs og sveitarstjórn sem falið að taka saman gögnum þetta þá bara ítreka það að sem sé það byrjað en það þarf bara að leita frekar í gagna áður heldur en að hægt að leggja það fram á fundi. Þannig að sem sé það bara til að hafa þetta alveg á hreinu. Ekki hvart sér hljóðs, þeir sem samþykkja gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.19 gjaldskrá þjónustumiðstöðvar 2021. Þar niðurstaða byggðarráðs lögð fram endurskoðuð gjaldskrá þjónustumiðstöðvar og það samþykkt samhljóða. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti endurskoðuða gjaldskrá þjónustumiðstöðvar. Orðið laust. Engin hver sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.20 viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Þar niðurstaða byggðarráðs lögð fram bréf frá félagsmálaráðuneyti með boði að sækja styrki til eflingar virkni, vellíðunar og félagsfærni barna í viðkvæmri stöðu á tímum COVID-19 og til stuðnings við aukið félagsstarf fullorðinna sumarið 2021 vegna COVID-19. Samþykkt samhljóða að sækja stuðning við bæði verkefnin og félagssveitarstjóra vinnumála áfram. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust. Engin hver sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.24 fjallskil 2020. Niðurstaða byggðarráðs. Lagt fram yfirlit fjallskil ársins 2020. Í ljósi mjög breyttra aðstæðna hvað varðar fjárfjölda og nýtingu afrétta leggur byggðarráð til að skipaður verði vinnuhópur endurskoðun fjallskilamála í sveitarfélaginu. Í vinnuhópinn verði skipaðir formenn fjallskiladeilda Landmannaafréttar og Rangárvallaafréttar ásamt sveitarstjóra.
Verkefni vinnuhópsins verði meðal annars að meta samræmi í því sem sveitarfélagi greiðir í fjallskilum hvers afréttar og skoða hvort setja ætti eina fjallskilanefnd fyrir Landmanna- og Rangárvallaafrétt. Þannig mætti mögulega samræma leitir betur en nú er. Jafnframt skoða breytingar í ljósi þess að gæta hagræðis varðandi kostnað við leitir og óskar eftir því að vinnuhópurinn skili greinargerð fyrir fundi sveitarstjórnar í júní næstkomandi. Það var samþykkt samhljóða og lagt til að sveitarstjórn staðfesti þessa bókun byggðarráðs orðið laust. Engin kveður sér hljóðs þeir sem geta samþykkt gefmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.32 umhverfisnefnd fundur 9 niðurstaða byggðarráðs. Vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 1.3.2.3 plokk á Íslandi. Umhverfisnefndin leggur til að sveitarstjórn samþykki þátttöku í umræddu verkefni. Jafnframt verður lögð áhersla á þátttöku almennings í samfélaginu. Bókun fundar lagt til að taka þátt í plokkdeginum og leggja til 125.000 krónur sem færist á umhverfismál. Það er samþykkt samhljóða og tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun umhverfisnefndar. Orðið laust. Engin kveður sér hljóðs þeir sem geta samþykkt gefmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Nú er komin í lið 2, ODBS fundur 37, þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Margrét Harpa. Já, rak augun í þetta, þetta er líka byggðarráðsfundi, ég glemdi að nefna þetta áðan. Þurfum við ekki að taka útvarandi átaki, framlengda átaki með leikskólastíði? Þurfum við ekki að taka það út úr fundargerð og samþykkja það? Já. Því það er bara gert ráð fyrir því, sem sagt, til 1. júní og við erum rauninni að auka þarna við. Það er líklega rétt athugað og við bætum því við og þá þurfum við að breyta bókuninni. Það er spurning hvort að við getum kallað þennan lið fram. Já. Það er svona smá handæðina, bara þessu smástund. Einmitt. Meðan að vera að græja þetta. Þá finnst mér svolítið skemmtilegt líka á þessum fundi. Þá kom þarna áskorun frá Bændasamtökum Íslands að við myndum versla sem mest innlend matvæli og það var mjög gaman að segja frá því að við getum náttúrulega sterkt af okkur af því að vera með þetta í okkar innkaupastefnu. Þannig að það er svolítið, það er mjög, já, það er mjög skemmtilegt að við séum á undan.
Já. Þetta var rétt aðtöða. Þá hérna ODBS fundur 37, þar vísað til umfjöllunar einstaka liði, en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liðurinn átak til eflingar leikskólastigsins, niðurstaða ODBS, reglur styrki til nema í leikskólakennarafræðum á starfssvæði ODBS renna út þann 1. júní 2021. Reglunar hafa mælst vel fyrir og margir starfsmenn hafa nýtt þennan möguleika. Fjölgun hefur orðið í hópi fagmenntar á tímabilinu og þeir nú 35% starfsmanna í samanburði við 15% árið 2017, en landsmeðaltali þó ekki náð. Ekki talin ástæða til að breyta reglum og lagt til að framlengja reglum styrki til 1. júní 2026. Fjárhæðir eingreiðslna samkvæmt 6. grein regluna hækki úr 70.000 í 80.000 og úr 35.000 í 40.000. Það var lagt til að fjöldi undirbúningstíma fylgi þeim viðmiðum sem gefin eru í núverandi kjarasamningum. Það var samþykkt samhljóða og tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar ODBS orðalaust. Þessi hljóðs þessi geta samþykkt þess að tillögu gefa merki. Já. Tillagan samþykkt með 6, 1 situr hjá. Þá komin leið 3, það skipulags- og umferðarnefnd, Rangárþings sitra fundur 37, þar vísað til umfjöllunar einstaka liði, en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég fer að lesa þessa liði yfir, ég láti vita að einhverjar athugasemdir annars leyti svo að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Liður 3.1, Minnivellir 5, landskipti, það niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti, lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.2, Leirubakki landskipti, Fjallaland 59 og 61, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti, lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.3, Leirubakki land nr. 164988 landskipti, höfuðból 103 og 104, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti, lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.4, Rangársslétta landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti, lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.5, Þjóðólfshagi 6, breytingar landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að ekki séu nægar forsendur fyrir því að gera breytingu á landnotkun á lóðum innan skilgreindra frístundasvæða, en það liggja ekki að jaðri viðkomandi svæðis samanber þær lóðir sem þegar hafa fengið heimild til breytinga innan svæðisins. Nefndin getur því ekki fallist á ósk umsækjanda að sinni. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.6, Borgarbraut 4, óskum breytingu á landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við að gerð verði breyting á landnotkun í aðalskipulagi og viðkomandi lóð verði breytt úr íbúðarnotkun í verslunar og þjónustu. Nefndin telur breytinguna geta stutt við uppbyggingu ferðaþjónustu fyrir svæðið og nefndin leggur til að gerð verði tilheyrandi breytingi í aðalskipulagi og heimilar jafnframt umsækjanda að gera nauðsynlegar breytingar á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.7, Ágúst Víkur á fundi, Eystri Kirkjubær deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt. Liður 3.8, Geitamelur og fleira deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Ágúst hefur aftur komið á fund, lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.9, Ártún 4a, fyrirspurn nýja lóð undir íbúðarhús með aðgengi frá Þrúðvangi.
Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulags- og umferðarnefnd gerir ekki athugasemdir við að viðkomandi lóð verði byggð að því tilskildu að tenging inn á lóðina verði tryggð frá Þrúðvangi í stað þess að tengjast Ártúni. Ef svo fer ætti heiti lóðarinnar að breytast í Þrúðvang 40 sem næsta raðnúmer við núverandi lóðir við Þrúðvang. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.10 Fjallaland, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Nefndin telur þó réttast að áformin verði kynnt nærliggjandi eigendum lóða sem nýjar lóðir hafa áhrif á. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.11 Efrasel 3E breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.12 Höfuðból, lóðir 111 og 112, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 en telur ekki ástæðu til grenndarkynningar þar sem fyrirhugaðar breytingar komi ekki til með að hafa áhrif á aðra aðila á svæðinu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.13 Bjargstún deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að birta auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda til gildistöku skipulagsins. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.14 Selalækur 2 Lundarskarð deiliskipulag íbúðalóðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.15 Jarlstaðir deiliskipulag frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og samþykkir því tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.16 Öldur 3 deiliskipulag lóð bætt við Skygnusöldu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.17 Litlavík breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send til vörslu skipulagsstofnunar samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem óverulega breyting á deiliskipulagi er að ræða. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 3.18 breytingar í aðalskipulagi 2016 til 2028. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Kynning fari fram með auglýsingu í landsblaði, staðarblöðum og birt á heimasíðu sveitarfélagsins og gildi í 3 vikur frá birtingu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 4 Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 HF fundur 15. Það fundargerðin lögð fram til kynningar. Margrét Harpa gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég fekk athugasemd frá okkar varamanni sem álistin skipaði í þessa stjórn að það hefði ekki borist fundarboð þarna og svo líka furða ég mig á að það vísað í fundargerð, vísað í samning en það fylgir ekki fundargögn. Er eitthvað, gleymdist að setja það undir eða, já, það allavega þessar 2 spurningar. Takk fyrir það. Þetta er
Við byrjumst bara afsökunar að hafa ekki haft varamenn með í fundarbúðinu. Þetta var aukafundur og hann var búðaður með svona nokkuð stuttum fyrirvara. Þannig að það var hringt í aðalmenn og síðan var send fundarbúð. Og samningurinn, það fari yfir hann á fundinum. Hann gæti kannski verið, hann ekki undir fundarefnin. Hann verður honum verður þinglýst og þá verður hann opinber. En hann ætti auðvitað að vera undir fundagögnum fundarins, þannig að við munum kippa því í liðin. En það var farið yfir hann sem sagt á þessum fundi, auðvitað. Fleiri? Svo ekki. Það liður 5, húsakynni BS, fundur 14. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 5.1, ársreikningur 2020, niðurstaða húsakynna. Ársreikningur húsakynna BS fyrir árið 2020 var lagður fram og samþykktur samhljóða. Það lagt til að sveitarstjórn Rangárþings ytra staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning húsakynna BS fyrir árið 2020. Orðið laust. Engi hversu hljóðs, þessi geta samþykkt geðmerki til en samþykkt samhljóða. Liður 6, atvinnu- og menningarmálanefnd, fundur 16. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Liður 6.1 tekin út íbúafundur atvinnumál. Niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin leggur til að unnin verði atvinnu- og nýsköpunarstefna fyrir Rangárþing ytra og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun atvinnu- og menningarmálanefndar og feli nefndin að vinna málið áfram. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Lýst svo sem vel á að sé unnin þessi atvinnu- og nýsköpunarstefna og bara mjög gott ef að atvinnu- og menningarmálanefnd að finna henni verkefni. Veitu standa sig örugglega vel í þessu sem öðrum. Ég valdi svolítið fyrir mér með þennan íbúafund atvinnumál, hvort að við þurfum sem sveitarstjórn ekki eitthvað að vinna þetta samt áfram, annað heldur en að eyða kannski núna hálfa ári eða ég veit ekki hvað löngum tími að búi til stefnu. Þurfum við ekki eitthvað að reyna að vinna málin áfram eftir fundin? Eigum við að reyna að taka eitthvað fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar, kippa eitthvað út úr þessum minnispunktum sem voru gerðir út úr hópavinnunni og svona, já, að við tökum þetta svolítið til okkar líka, bara hvað hægt að gera núna, því að stefna eitt en svo náttúrulega líka framkvæmdir annað og það var hellingur sem kom fram á þessum fundi sem að væri nú mjög gaman að geta, já, unnið bara og reynda að vinna svolítið vel í, þannig að spurning hvort við ættum að taka það til okkar og kippa ykkur út fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Takk. Akkurat, ég get tekið undir það að þessi fundur eða málþinga, þetta var mjög vel heppnað að mínu áliti og mikið einmitt að góður umræði og punktur sem kom þar fram og við eigum endilega að vinna með það áfram. Ég held að við þurfum ekki að bóka það hér en ég bara tek undir þetta að við vinnum áfram með þetta efni, algjörlega. Fleiri ekki, jú, Ágúst. Þetta bara taka undir það, við sjálfsögðu þurfum að vinna áfram með þetta, mér finnst þetta mjög gagnlegt, þetta málþing og sjálfsagt þurfum að halda eitthvað fund annan fljótlega til að fá svona íbúa með okkur í þetta, en í millitíðinni vinnum við þetta bara þessar hugmyndir sem koma, svona konkrétt hugmyndir bara áfram, finnst mér og það er nú gaman að segja frá því að þessi fundur hefur vakið mikla athygli og það hefur verið, sem sé, haft samband við okkur hjá sveitarfélaginu að fá að koma hérna og ræða ýmis mál við okkur. Meðal annars erum við að fá í heimsókn á morgun framkvæmdastjóra og verkefnastjóra Orkídeu sem bara tók eftir þessu fundi og fannst þetta mjög spennandi og vilja hitta okkur og ræðum eitthvað skemmtilegt ábyggilega og eins með þessar hugmyndir til dæmis einhvers konar nýsköpunarsetur, möguleikunar svolítið matarsmiðju í Þykkvabæ. Þetta hefur fengið áframhaldandi umræðu og þannig að ég held að sé að safnast til mikið efni í bara sarpinn líka fyrir okkur til að taka fyrir á þessum næsta fundi þegar sveitarstjórn hittist.
og þetta er mjög spennandi, finnst mér, og þarft. Já, sko, þetta náttúrulega hið besta mál fyrir okkur að vinna út frá því sem við höfum í höndunum frá íbúum sveitarfélagsins og við þurfum á allri þeirri uppbygging að halda sem að hægt að koma áfram og koma á laginnar og það náttúrulega okkar skylda að skoða og gera allt það sem við getum gert til þess að hjálpa til við uppbyggingu atvinnu á svæðinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það var ekki fleiri hvart sér hljóðs þessa tillögu. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Það liður 7 sorpstöð Rangárvallasýslu BS, fundur 216. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin á liður 7.1 ársreikningur 2020, niðurstaða sorpstöðar. Ársreikningur 2020 lagði fram og kynntur af Klöru Viðarsdóttur. Reksturinn gekk ágætlega á árinu og voru útgjöld í samræmi við áætlanir en tekjur voru þó nokkuð yfir áætlun. Hagnaður ársins var 19,8 milljónir, eigið fé í árslok nam 207,2 milljónum. Ársreikningur 2020 samþykktur samhljóða og hér er lagt til að sveitarstjórn Rangárþings Ytra staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS fyrir árið 2020. Orðið laust. Engin kveðs og hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 8 Margrét Elba. Já, takk fyrir þetta. Ég var að hugsa með þennan hagnað. Við hljótum að þurfa að skoða hvernig honum er ráðstafað eða hvort það sé ástæða að reyna að lækka sorpgjöld. Svona, í næstu 4 áætlunargerð. Því að fólk hefur verið að kvarta að þetta er náttúrulega málaflokkur sem er að hækka og þetta já, þannig að við þurfum kannski að skoða þetta. Bara gott að það tekst vel til að tekjur séu meiri en þetta á náttúrulega að vera 0. Þannig að við þurfum að skoða þetta aðeins. Þannig að, já, takk. Og ég get tekið undir það að við ætlum í sjálfu sér ekki að fara að reka sorpstöðuna með hagnaði, það er ekki tilgangurinn, en aðstæður eru mjög sérstakar. Það er bara neyðarástand í rauninni og við höfum verið að fá mun meira af ákveðnu úrgangsflokki vegna þess að bara förgunarleiðir hafa lokast. Það er það sem skapar þessar tekjur í rauninni, en það eru þannig að það skýrir það algjörlega. En þannig að það er bara tímabundið ástand, undan þá í rauninni að við erum að urða lífrænan úrgang sem á að fara aðra leið og erum einmitt að vinna því að koma upp brennslu á strönd sem að tekur það þá yfir. En síðan því miður að þá er það að gerast líka að gjald fyrir förgun er að hækka mjög mikið. Þannig að þetta hverfur fljótt og vel. Liður 8 Vatnsveita Rangárþings Ytra Ásarhrepps fundur 13. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Þar er tekin út liður 8.1 ársreikningur Vatnsveitu 2020. Niðurstaða Vatnsveitu. Kynntur var endurskoðaður ársreikningur Vatnsveitu Rangárþings Ytra og Ásarhrepps BS fyrir árið 2020. Rekstrar niðurstaða veitunar var jákvæð 18,4 milljónir króna. Fjárfesting ársins var 109,4 milljónir króna. Ársreikningur 2020 var borinn undir atkvæði og samþykktur samhljóða. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti Rangárþings Ytra, staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Vatnsveitu Rangárþings Ytra og Ásarhrepps BS fyrir árið 2020. Orðið er laust. Engin kveðs og hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 9 Oddi BS fundur 38, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 9.1 ársreikningur Odda BS 2020, niðurstaða Odda. Lagður fram að kynntur ársreikningur 2020 fyrir byggðasamlagið Odda BS. Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða og undirritaður rafrænt gegnum signet.is. Jafnframt ákveðið að samantekt þróun launakostnaðar og breytingar á fjölda nemenda og starfsmanna verði lögð fram á næsta fundi.
Það er lagt til að sveitarstjórn Rangárþings ytra staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning Odda BS fyrir árið 2020. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Það kannski væri svona fyrir þá sem sátu ekki fundi í morgun, þá væri kannski svolítið upplýsandi að útskýra af hverju við vorum að óska eftir þessi samantekt yfir launakostnað, þróun launakostnaðar og breytingar á fjölda nemenda og starfsmanna. Kannski að útskýra fyrir þeim sem sátu ekki fund. Gjörðu svo vel. Það er kannski rétt að oddviti gerir það, stjórnarformaður Odda. Það er lítið mál að útskýra það. Það er auðvitað á síðasta ári þá voru það voru hækkanir í kjarasamningum, nýju kjarasamningar sem að valda hér hærri launakostnaði og síðan hafa verið, á síðasta ári var nokkur aukning í fjölda stöðugilda, bæði í svona mest í leikskólunum en einnig eitthvað í grunnskólunum. Og þetta er eitthvað sem að stjórn Odda hefur auðvitað unnið með og tekið fyrir og unnið með til dæmis við fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. En það sem sé var ákveðið að taka saman samantekt þessa þróun launakostnaðar og breytingar á fjölda nemenda og starfsmanna og leggja það fram á næsta fundi og taka líka bara stöðuna hvernig hún er orðin það sem af þessu ári í þessari þróun. Þannig að þetta er svona til upplýsinga það sem er í þessari bókun. Fleiri hafa ekki hvað til hljóð. Jú, Steindór, gjörðu svo vel. Já, bara ágætt einmitt. Ég var einmitt að velta fyrir mig hvað þetta væri, hvort þetta væri bara allir skólarnir eða af því þetta er oft svona gert með skólan og leikskólan. Þú veist, ég sagði alveg fyrir sér sko að það er víðar örugglega sem hefur sko verið breytingar í verkefnum, fjölda aukning á starfsfólki í deildum og svona, það er að aukast umfang skrifstofu og svona, við höfum aldrei tekið það heldur endilega fyrir að skoða, greina það og fara í einhverjar greiningar á því, það kannski væri tímabært að fara þá í það einhvern tímann á næstu misserum, að svona yfirfara bara alls herjar rekstur sveitarfélagsins og hvort það sé eitthvað hægt að sameina eða bara ný störf, nú voru að koma allins íþróttafulltrúi og hvort það sé einhver ástæða til að bara endurskoða skipurit og uppbyggingu á svona almennu strúktúr í sveitarfélaginu og sé þetta skólamálin taka þetta mest til sín. Þannig að skoða það því það er alltaf ýmislegt sem getur og ég gerir ráð fyrir þessi leita eftir skýringum á því hvað veldur en svona sem starfsmaður þannig að get ég votta það hefur verið bara bærilegra að mann hefur fundist að vera eðlilegt ástand í vinnuálagi á síðasta ári þannig að það má kannski endurskoða þetta í því samhengi sko að það sé orðið allt og hátt starfshlutfall að þá sé viðunandi vinnuaðstaða. Þannig að það þarf svona taka marga punkta bara inn í þetta, en þetta er bara eðlilegt að þetta sé að leita eftir upplýsingum þegar það fer langt fram úr svona eðlilegum skýringum. Takk. Takk fyrir það, Steindór. Gott að fá live innlegg bara frá starfsmanni á leikskólanum. En þetta eru þetta atriði sem við þurfum að sífellt að vera með í skoðun. Tek undir það. Yngvi, gjörðu svo vel. Já, ég er alveg sammála því að þetta er náttúrulega eitthvað sem sveitarfélagið á að vera með í stöðugri endurskoðun. Í raun og veru í allri sinni starfsemi. Alltaf hvort að eitthvað megi betur fara, hvort að megi ná fram einhvers staðar hagræðingu án þess að skerða þjónustustig eða annað. En þetta þarf að vera í stöðugri skoðun bara til þess að bæði til þess að kerfið okkar virki, en líka þannig að við séum kannski ekki að eyða peningum í hluti sem þarf ekki að eyða í. Við verðum bara að hafa þessa hluti alla í stöðugri skoðun, alls staðar. Takk fyrir.
fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögunni gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er liðið 10 byggðarráð Rangárþings ytra fundur 34. Þar er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða liður 11 Bjargshverfi hugmyndavinna. Samningur við Basalt arkitekta til staðfestingar. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning við Basalt arkitekta EHF vegna ráðgjafar og hönnunar við deiliskipulag í Bjargshverfi. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 12 erindi og fyrirspurnir frá álista 2021. Það er svör við fyrirspurnir frá 30. öðrum fundi sveitarstjórnar og fyrirspurn atvinnulóðir. Liður 12.1. Samningur rekstur matvöruverslunar Hellu fyrirspurn hvernig verður verðlags eftirliti háttað og svar virkasta verðlags eftirliti sjálfsagt í höndum íbúa. Ef verðlagið úr takti við verðlag hjá samkeppnisaðilum þá beina menn viðskiptum sínum væntanlega annað. Þess maður geta Alþýðusamband Íslands hefur verðlags eftirlit á sinni könnu og beinir athyglinni sérstaklega matvöruverslunum. Á heimasíðu ASÍ og Facebook síðu má með jöfnu millibili sjá verðsamanburð milli helstu matvöruverslana landsins. 12.2. Samningur rekstur líkamsræktarstöðvar á Hellu, fyrirspurn og ósk upplýsingar. A. Liður hversu margir viðskiptavinir eru við vörklassa Hellu. B. Hversu margar heimsóknir hafa verið hvert mánuð hingað til. Svar við A og B yfirlit fylgir með í sérstöku skjali. Heimsóknir í febrúar síðastliðnum voru rétt innan við 1000 talsins þrátt fyrir COVID-takmarkanir. Og síðan var þarna spurning líka starfskyldur, það vantar nú reyndar hann inn. Það var spurt starfskyldur starfsmanna íþróttamiðstöðvar hvort það hefði aukist. Svarið er að starfskyldur hafa ekki aukist, leigugreiðslur eru samkvæmt samningi og fylgja í sérstöku skjali. 12.3. Staða yfirdráttarláns byggingarsjóðs Lundar fyrirspurn. A-liður, hver staða yfirdráttar og hver upphafsdagur yfirdráttarlánsins? Svar samkvæmt upplýsingum frá forstöðumannalundi var staðan þann 8. apríl þannig að verið var að nýta 40.277.194. B. Hver mánaðarlegur vaxtakostnaður miðað við fulla nýtingu yfirdráttarheimildar? Svar samkvæmt upplýsingum frá forstöðumannalundi er vaxtakostnaður 260.000. C. Hefur rekstrarfé Lundar verið notað til að greiða niður vaxtakostnað yfirdráttarláns byggingarsjóðs? Svar frá forstöðumanni á Lundi nei, en fengið var lán úr gjafasjóði tvisvar. Það er 17.9.20 1 milljón króna og 23.12.20 1 milljón. Samtals 2 milljónir vegna vaxta vegna pressu frá Arion banka og þetta var samþykkt af stjórn Lundar. Margrét, Harpa. Já, ef ég má bara skjóta inn rétt á meðan. Það vantar upphafsdag yfirdráttarláns. Liggja fyrir upplýsingar það, hvenær yfirdráttarlánið var tekið? Þetta hafa. Takk. Þetta eru bara svörin sem bárust frá forstjóra Lundar. Það eru bara sett beint inn. Það þarf bara að ítrekka það, spyrja því. Þannig að það sé svo best að spyrja bara beint, forstjóra Lundar að þessu. Ýmis mál. Það er óþarf að fara þessar löngu leiðir gegnum sveitarstjórn, en það er þetta hægt. 12.4. Fasteignagjöld ferðaþjónustuaðila í Rangárþingi ytra fyrirspurn hver staðan á innheimtu fasteignagjalda hjá ferðaþjónustuaðilum í sveitarfélaginu sem fengu greiðslufrest vegna heimsfaraldurs. Svar: innheimta fasteignagjalda hefur gengið vel. Fasteignagjöld eru einungis óuppgerð hjá þeim aðilum sem eru í svokölluðu greiðsluskjóli vegna COVID-19 og hjá þeim sem hafa samið sérstaklega greiðslufrest vegna aðstæðna. 12.5. Gæðamál innsendra erinda fyrirspurn er einhver rammi eða innra gæðaeftirlit varðandi tímann sem líður frá móttöku erinda þangað til þau koma fyrir sveitarstjórn eða byggðarráð. Svarið er innkomin erindi til sveitarstjórnar eða byggðarráðs koma öllu jöfnu fyrir næsta reglulegan fund. Í einstaka tilfellum þegar einhver gögn vantar erindi af einhverjum ástæðum ekki tilbúið fyrir fundi eða berst of seint þá kemur erindi fyrir næsta fund þar á eftir. 12.6. Hólsarós fyrirspurn og ósk upplýsingar. A. Óskum eftir upplýsingum
aðgerðir á kostnað sveitarfélagsins við opna stíflu í Hólsárós og B. Hefur verið athugað hvort hægt sé að sækja styrki þessar aðgerðir og eins í fyrirbyggjandi aðgerðir. Svarið við þessum liðum er að sjá í minnisblaði frá forstöðumanni eigna- og framkvæmdasviðs og fylgir hér með í fundargögnum. Fyrirspurn sem kemur fyrir þennan fund 12.7 atvinnulóðir á Kortasjá, Rangárþings ytra má nú sjá yfirlit yfir lausar lóðir í sveitarfélaginu. Eru einhverjar atvinnulóðir lausar? Fulltrúar álista óska eftir að fá lista yfir úthlutaðar óbyggðar atvinnulóðir þar sem kemur fram hvenær úthlutin átti sér stað, hvort gatnagerðargjöld hafi verið greidd og í kjölfarið gerður lóðarleiðusamningur eins og úthlutunarreglu kveða á um. Og mér lása á að lesa þetta að ég hefði nátt að leyfa ykkur að fylgja þessu eftir en það er sem sé tækifæri núna. Ekkert sem þið viljið bæta við. Gjör svo vel, Margrét Harpa. Já, ég lest þetta vel, ótrúlega lest þetta vel. Kannski ekkert, við bara þökkum fyrir svörin. Eitt sem maður velti fyrir sig kannski í framhaldi ef maður má aðeins vera með umræður líka. Í kjölfarið samt þá er hérna liður 12.4 varðandi fasteignagjöld ferðaþjónustu aðila. Það er líka svona það sem við vorum að fiska eftir einmitt, hvað sveitarfélagi eigi útistandandi þarna í þessum, hvað þetta er stór pakki. Ég held að það sé svolítið upplýsandi fyrir sveitarstjórn að vita bara hvaða tölur er verið að ræða. Er verið að ræða 2 milljónir eða 5 eða 100 eða hvað er þetta mikið háar tölur. Mér finnst það svona, það er kannski það sem að ég myndi vilja fá upplýsingar en ég get svo sem bara leita eftir þeim annar staðar líka. Varðandi einmitt þetta að spyrja beint forstöðumanns Lundar, þetta er náttúrulega líka kannski byggingarsjóður Lundar, hann kemur náttúrulega líka bara inn á stjórn Lundar og það er stjórnarformaður, það er kannski ekki til að forstöðumaðurinn sem sér byggingarsjóð Lundar. Það er eiginlega stjórnin, myndi ég, svo álít ég allavega, stjórn Lundar og mér finnst svolítið sérstakt, við fengum kynningu á breyttu rekstrarfyrirkomulagi Lundar núna í haust. Mér vitandi þá hefur stjórn Lundar bara ekkert funda núna, ég veit ekkert hvað er í gangi þar, en þetta er áhyggjuefni að yfirdráttur skuli bara damla þarna, þetta hár yfirdráttur 260.000 á mánuði sem við erum að greiða bara í vexti, mér finnst þetta brjálæði og ég veit man ekki þess að vildum við óskuðu eftir að vita sko upphafsdag yfirdráttarlánsins, ég er ekki bara með það í kollinum og það er bara oft gott að hafa þetta eitthvað staðar á prenti. En ef við erum að tala kannski 3 ár, þetta er rosalegu tími og þetta er rosalegu peningur. Alveg ofboðslegur og okkur blöskrar það svolítið að þetta skuli bara damla þarna. Og við þurfum að leysa þetta, það er bara þannig. Hvort sem okkur líkar betur eða verr. Síðan er það, já, varðandi einmitt gæðamál innsendra erinda, það er kannski það að maður myndi óska þess að það væri einhver svona, að fundargáttin okkar væri nýtt þannig að jafnvel ef það kæmu innsend erinda þau færi bara automatist inn í eitthvað hólf sem að héti bara innsend erindi og þá getur maður verið upplýstur það og það er þá líka svona visst eftirlit að erindi gleymist ekki. Það hefur komið fyrir hérna að erindi gleymist að taka þau fyrir en það er rosalega gott að hafa eitthvað svona sem að annað en stimpil í móttöku því að nú eru þau að berast einmitt rafrænt og það er mjög gott að hafa einhvað svona backup með það. Með atvinnulóðirna líka, ég sé að afgreiðslan er að sveitarstjóri sé falið að taka saman svör og leggja fram á næsta fundi byggðarráðs. Er ekki hægt samt að svara bara, ég var að skoða Kortasjána og samkvæmt henni og samkvæmt því sem ég sé þar, ég var að mynda að velta fyrir mér, gleymdist að setja atvinnulóðir inn eða eru bara engar atvinnulóðir á lausu í sveitarfélaginu. Samkvæmt Kortasjánu eru engar og það er náttúrulega skelfilegt en þá veltir maður líka fyrir sér því að það er náttúrulega töluvert af lóðum sem er ekki farið að byggja á sem maður hélt að væru atvinnulóðir. Þannig að þetta er kannski svolítið svona brýning til okkar að fylgjast betur með þessu því að auðvitað vill maður ekki hirða lóðir tilbaka sem að er síðan einhver uppbygging að eiga sér stað á en þetta verður náttúrulega verið eitthvað svona, það er ekki góð staða ef það eru engar atvinnulóðir á lausu. Mér finnst það bara hræðilegt. Þannig að og já, maður fer náttúrulega líka að velta fyrir sér eins og með atvinnulóðirnar hvort að það eigi
hver eigi að vera með eftirlitið. Ég man ekki eftir að hafa komið fyrir sveitarstjórn til dæmis að ofta lóðum sé skilað. Við úthlutum, eða byggðarráð, við úthlutum gjarnan lóðum, mikið af lóðum, en ég man ekki eftir að mörgum sé skilað formlega af því að framkvæmdaraðili ætlar ekki á stað. Þannig að ég held allavega, ég myndi alveg óska eftir að svar, já, ef að það eru engar atvinnulóðir lausar, þá finnst mér alltaf lægi að svara því, en náttúrulega sjálfsögðu gefum að tíma að finna upplýsingar og taka saman upplýsingar rest af spurningum. Þannig að takk fyrir, Vili. Takk fyrir það. Já, bara ítreka það sem maður gerir yfirleitt þarf að gera þegar við erum að senda svona fyrirspurningar að þetta ekki eingöngu, mér finnst ekki rétt að ég tekja upp símann og hringi í forstöðumann Lundar eða eitthvað aðra og spurja, mér finnst alltaf að þetta komi fyrir sem opnar upplýsingar sem svarað í bréfi við okkar fyrirspurnum. Þetta ekki bara við sem erum að spurja fyrir okkur persónulega hérna, við erum að spurja þess að fólk að spurja okkur og alls konar hluti sem að við finnst bara að þetta með rétt á boðlega en þetta komum bara svona frá opinberum aðila. Því að í sumum tilfellum er nú meira sér bara bannað að kjörnir fulltrúar séu með beinum hætti að hringja í forstöðumenn. Þannig að finnst þetta bara eðlilegar spurningar og finnst svona eðlilegra að sé þá ítrekka að það eitthvað sem vantar heldur en að við séum persónulega að hringja eða senda post. Það er bara mín skoðun. Takk. Takk fyrir það. Næst til Ingvar og Já, oddviti, sko, varðandi Lund og yfirdráttinn þar, þá þetta mál sem við verðum að tækla fyrr eða síðar og ég held að því fyrr, því betra. Því ef við erum að borga rúmar 3 milljónir á ári í vexti af fjármunum sem við á endanum verðum að borga. Því það alveg fyrirliggjandi eins og að við erum eða Lundur þarf að borga þetta og við verðum að tækla þetta á einhverjum tíma. Ég held að við verðum bara að fara að skoða þetta mál mjög alvarlega. Því að þessum 3 milljónum betur varið í eitthvað annað en að borga vexti. Og það verður enginn nema við og náttúrulega Ásahreppur sem að tökum á þessu á endanum. Nú, það nú varðandi atvinnulóðir að þetta náttúrulega bara eins og ég hef oft minnst á að við þurfum að bjóða upp á atvinnulóðir. Því að ef við höfum engar lóðir fyrir atvinnufyrirtæki, þá koma þau náttúrulega ekki. Það nú bara ljóst. Takk fyrir. takk fyrir Ingvi. Það þú það. Já, kannski bara aðeins að koma inn í þetta fyrsta lagi með varðandi Lund, ég vil bara rifja það upp að Lundur í rauninni ríkisstofnun og það ríki sem að rekur Lund. Þess vegna sagði ég þetta. Þess vegna finnst mér eðlilegt að bara beina þessu spurningu beint þangað, alveg eins og bara með þær stofnanir sem við höfum áhyggjur af eða viljum vel. Þá kannski bara einfaldara að fá svör þar en að sjálfsögðu við sinnum þessu öllu saman og reynum að fá svör. En ég vil bara hvetja til þess að líka þá að beina spurningum bara til stjórnar Lundar meira því það bara gengur ábyggilega hraðar að fá þessar upplýsingar. En við sinnum þessu sjálfsögðu. Varðandi atvinnulóðirnar þá erum við nú ekki alveg upp í skopum með atvinnulóðir. Það nú ekki þannig, þær eru til. En hins vegar þá vitum við alveg að við þurfum að fara að skipuleggja meira. Við þurfum að fara niður fyrir Suðurlandsveg. Þar þetta svæði fyrir atvinnulóðir sem ekki búið að deila í skipuleggja en það bara næsta mál á dagskrá örugglega hjá okkur. En við eigum atvinnulóðir ennþá. Það þannig. Og síðan bara með þetta að taka saman svöru þessu spurningum að maður verður eiginlega að hafa tíma til þess nema að þessar spurningar berist með löngum fyrirvara. Þessar spurningar bárust nú bara á þriðjudaginn sko. Þannig að þú veist, það bara þannig. Það er ekki þannig að maður vilji ekki svara. Heldur það bara að gefast tími til þess. Takk fyrir þetta.
Terpa. Já, takk fyrir þetta. Við höfum alveg fullan skilning á að þurfi tíma til að vinna svör, en sumu er hægt að svara og ég vil þá bara hvetja til að setja þessar lausu atvinnulóðir inn á kortasjána, því að þetta er náttúrulega frábært að hafa þarna yfirleitt yfir og vonandi nýta fyrirtæki sér það og eins líka fólk sem vil setja þetta að eða byggja, nýti sér þessa kortasjá og sjáu þarna möguleika. Þannig að ég bara hvet til þess að þessu sé kippt á í liðin, að það séu settar inn, því það er þarna möguleiki að haka við að sjá atvinnulóðir og það kemur ekkert upp, þannig að það þarf bara að laga það. Einmitt, já, ég held ég fari bara ekkert nánar út í varðandi einmitt lund, en byggingarsjóður lundar er annað en rekstur lundar. Það á ekki snúa út úr með það, að þetta er ekki endilega, ekki forstöðumaður lundar sem ber ábyrgð á byggingarbatteríinu þar, nýri viðbyggingu. Það er gamall draugur sem að fylgir. Þannig að, já, takk. Takk fyrir það. Sveitarstjóra verður þá falið að taka saman svör og leggja fram næsta fundi byggðarás við þessum lið 12.7 atvinnulóðir. Það lið 13 stækkun íþróttasvæðis á Hellu, það er minnisblað varðandi stækkun íþróttasvæðis. Lagt er fram minnisblað þróun skóla og íþróttasvæðis á Hellu. Í minnisblaðinu kemur fram að skóla og íþróttasvæðið á Hellu er einstaklega vel staðsett í miðju þorpsins og í göngufæri úr öllum hverfum, bæði þeim eldri og eins þeim nýjustu. Það er Ölduhverfi, Neshverfi og Bjargshverfi. Skóla- og íþróttasvæði þarf hins vegar að stækka til norðurs og það svæði sem nú er skilgreint sem opið svæði OP2 í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins þarf að taka undir stækkun íþróttasvæðisins samkvæmt aðalskipulagi. Er að ræða það bil 10 hektara svæði. Umrætt svæði tilheyrir Helluvaði 1 og í ljósi þess að landið er gríðarlega mikilvægt fyrir eðlilega þróun Hellu kauptúns gerði sveitarstjórn tilboð í landið í upphafi árs 2019, en því tilboðið var hafnað af eigendum. Tilboðið var gert í samráði við fagfólk í fasteignaviðskiptum. Eigendur landsins hafði í samtali við fulltrúa sveitarstjórnar lýst sér tilbúin að selja sveitarfélaginu landið, en hafa aðrar hugmyndir verð og því náðu þessar þreifingar ekki lengra á þessum tíma. Tillaga að ráðist verði í breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins og opið svæðið merkt OP2 verði skilgreint sem íþróttasvæði og að gert verði nýtt tilboð í umrædda eign í heild sinni. Orðið er laust. Engin kausi hljóðs. Þeir sem geta samþykkt gefumerki. Tillagan er samþykkt samhljóða og sveitarstjóra verði falið að vinna málið áfram. Lið 14 Oddabrú yfir Þverá, afhending vegtengingar Oddabrú til vegagerðarinnar. Hér er lögð fram tillaga bréfi til vegagerðarinnar afhendingu vegtengingar Oddabrú í samræmi við samkomulag þar Orðið er laust. Engin kausi hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefumerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Lið 15 fundaáætlun sveitarstjórnar og byggðaráðs 2021. Fundur sveitarstjórnar í maí 2021. Það er lagt til að næsti sveitarstjórnar verði þann 12. maí klukkan 16. Orðið er laust. Engin kausi hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefumerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 16. Fiskiræktun í efri hluta Eystri Rangár. Lýður Skúlason, Guðmundur Ingi Hjartarson og Finnur Björn Harðarsson óska eftir viðræðum við sveitarfélagið langtíma leigu eða eftir atvikum kaup á landi sem liggur að efri hluta Eystri Rangár vegna áforma uppbyggingu í tengslum við laxveiði. Tillaga bókun sveitarstjórn hefur fengið góða kynning á verkefninu og tekur vel í að skoða málið áfram. Sveitarstjóra verði falið að vinna málið áfram í samræmi við umræður á fundinum og afgreiðslunum verði frestað. Orðið er laust. Engin kausi hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefumerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 17 ársreikningur 2020 Rangárljós. Ársreikningur fyrir Rangárljós fyrir árið 2020 er lagður fram. Orðið er laust ársreikningin. Engin kausi hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefumerki. Það er samþykktur samhljóða. Liður 18 ársreikningur 2020. Tillaga að vísa ársreikningum til síðar umræðu. Orðið er laust. Engin kausi hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefumerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 19 tillaga álista beinar útsendingar. Vil ég fylgja tillögunni eftir? Gjörðu svo vel, Margrét Harpa. Já, endurtekið hjá okkur en tillaga okkar er sem sagt fulltrúa álista í sveitarstjórn Rangárþings Sytra að leggja til að sveitarstjórnarfundir verði sendir út í beinni útsendingu. Og það er greinargerð
Tugir manna hafa fylgst með beinum útsendingum síðustu funda sem sýnir að íbúar hafa svo sannarlega áhuga á að fylgjast með sveitarstjórnarmálum, enda mun einfaldara í alla staði að tengjast beinu streymi frá fundi í okkar víðfeðma sveitarfélagi heldur en að mæta á staðfund. Það er búið að leggja ljósleiðir allt sveitarfélagið og býður svo fjárfesting upp á mikla möguleika, meðal annars til að senda út beint frá sveitarstjórnarfundum. Og ef ég má aðeins líka tala áfram með þetta, þá okkur finnst, við skiljum ekki alveg tregðuna við að hafa þetta ekki. Þetta hefur sýnt sig að þetta ekkert mál. Það voru, þegar fundir voru í beinni útsendingu út á COVID ástandi, þá voru 30-40 manns að fylgjast með, sem bara mjög skemmtilegt, því það ekki þetta mikið áhorf á upptökunar, því miður. Nútíma fólk vill horfa á hlutina í beinni og það vekur áhuga að horfa á hlutina í beinni og okkur ekki að nýta þessa tækni sem til staðar. Það líka þannig, ég velti jafnvel fyrir mér hvort að þegar fundaboð var sent út hérna fyrir þennan sveitarstjórnarfund, velti jafnvel fyrir mér hvort að hefði átt að setja í það að íbúar væru vinsamlegast ekki beðnir að koma á fund, því að við höfum ekki nægilegt rými hérna til þess að tryggja fjarlægðartakmarkanir. Og það virðist vera að meirihluti gerir bara ráð fyrir því, það hefur engin áhuga, það mætir engin á fund sem áhorfandi og til að hlusta og fylgjast með, enda svo sem kannski hjá uppteknu fólki, þá kannski ekki gera þér ferð eða leið til að sitja í 2-3 tíma og hvað þá kannski að keyra í klukkutíma, 1,5 til þess að koma og fylgjast með einu máli. En ef þetta sýnt í beinni, þá tækifæri til þess að horfa á þetta. En það virðist vera að meirihluti sé að gera ráð fyrir því að það mæti bara ekki kjaftur á þetta. Því að við erum hérna inni, við erum 8 manns hérna núna. Rýmið hérna, þessi fundarsalur, hann býður ekki upp á marga áhorfendur og fjöldatakmarkar náttúrulega alls ekki. Þannig að þess vegna erum við nú alltaf að henda þessu inn aftur og aftur, en við skiljum alveg orðið kannski, ég veit ekki hvernig þið viljið afgreiða þessa tillögu, ég veit þetta sé drög að afgreiðslu. En okkur þætti bara gaman að vita af hverju ekki að nýta tæknina. Þetta á ekki að vera svona flókið. Takk. Takk fyrir það. Ingvi, gjörðu svo vel. Það náttúrulega, þetta ákveðið tækifæri í raun og veru sem felst í beinni útsendingu. Ef að fólk að horfa, eins og það tölur benda til að það séu einhverjir í sveitarfélaginu sem að fylgjast með fundunum í beinni, að þá gefur þetta líka okkur ákveðna möguleika til þess að nýta þetta til þess að koma upplýsingum út í samfélagið samstundis til íbúa. Og ef að kannski síðan mun færri horfa á upptökuna þegar þær koma, að þá náttúrulega kannski ekki sama og gengur ekki eins vel að miðla upplýsingum og kannski auglýsa einhverju verkefni sem við erum að fást við, sem við viljum gjarnan að íbúar taki þátt í að vinna með okkur. Ég horfi svolítið á það líka þannig að þetta sé svona ákveðið ferli sem að sé hægt að nota til þess að virkja íbúana með okkur til uppbyggingar og annað og upplýsingamiðlunar. Takk. Bæta okkur greinagerðinni handan við fyrir neðan. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, og eitt þessu til viðbútar, þá finnst okkur þetta líka svolítið sérstakt því að sveitarstjóri til dæmis hefur lofsama mikið þessa möguleika sem hefur verið núna með þessum rafrænu íbúafundum og nýta þessa tækni. Og við viljum gera allt til þess að fólk sýni áhuga á sveitarstjórnarmálum og því sem við erum að gera. Það skiptir rosalega máli og það má líka kannski að vissu leyti fundagerðir oft ekki nægilega upplýsandi og eftir fundi hefur stundum fólk haft samband við mann og spurt býtu okkur ekkert sagt. Þessar fundagerðir segja ekki neitt. Því afgreiðslan, það hefur náttúrulega verið svolítið tendensin í ritun fundagerðar
að skrifa sem minnst, vera ekki með mikið á prenti. Það oft heitar umræður, það eru miklar umræður og gjarnan vill maður að fólk sjáu kannski og viti bara hvaða umræður, af hverju þessi skoðun, af hverju þessar örfáu línur, af hverju þetta stendur í fundargerð. Þannig að ef að þetta þarf til þess að fólk nenni að horfa á þetta og sýni þessu áhuga, að hafa þetta í beinni, þá held ég að það sé málið. Bara til, og það er náttúrulega mörg sveitarfélög sem eru farin að fara þessa leið. Og ég held að sé bara eingöngu til þess að mitt að reyna að kveikja áhugan í fólki og viðhalda hann. Þannig að færðu eitthvað áhorf. En þú nennir ekki að fara að horfa á, segjum upptöku sem er kannski 1,5 klukkutími. Þú veist aldrei hvar málið er tekið fyrir, hvenær það er tekið fyrir, þið ferur ekki klipta niður. Þannig að, já, þú vilt bara sjá þetta beint. Þannig að, takk. Takk fyrir það. Við erum með bókun við þennan lið hér, D-listinn. Sem myndum við vilja lesa upp bara að lokinni atkvæðagreiðslu, en við tökum þetta, við tökum bara undir það og heilsugar undir það að hafa hér opna stjórnsýslu og gott upplýsingaflæði. Og við teljum að við sinnum því, fundinir eru teknir upp og fyrir alla til að horfa bara eins oft og þau vilja, eins mikið. Þannig að við erum alveg sammála í því. Það var ekki fleiri hvatt til hljóðs og þessa tillögu. Ég ber hann upp til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt hann gefa merki. Þeir sem eru mótfallnir tillagan er borin upp og hafnað með 4 atkvæðum, 3 voru samþykkir og það er bókun frá D-lista. Fulltrúar D-lista styðja heilsugar, opna stjórnsýslu og gott upplýsingaflæði til íbúa og í þeim tilgangi eru fundinir teknir upp og þeim komið á neti svo fljótt sem verða má. Þannig að fólk getur skoðað við henduleika. Við teljum að ef gera ætti breytingar á núverandi fyrirkomulagi þá væri réttast að taka form fundar sveitarstjórnar til gagngerrar endurskoðunar þannig að upplýsingaflæði verði sem best. Umræður skýrar og auðvelt fyrir íbúa að fylgjast með framvindu mála. Við leggjum til að þetta verði gert við næstu heildarendurskoðun samþykkta sveitarfélagsins, til dæmis í upphafi næsta kjörtímabils. Björk Gretarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Það er liðið 20 til að álista landi í eigu sveitarfélagsins. Það vilji fylgja eftir, gjöru svo vel. Já, takk. Það er tillaga álista landi í eigu sveitarfélagsins. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að listi yfir landi í eigu Rangárþings ytra verði birtur á heimasíðu sveitarfélagsins. Ef breytingar verða á eignarlöndum þá verði listin uppfærður. Svo ég fyrir ekki svo aðeins úr hlaði, þá er þetta kannski, þetta var einu sinni á heimasíðunni. Það var yfirleitt þetta á heimasíðunni. Við erum ekkert endilega að segja að þetta sé allt til sölu, en þarna höfum við kannski gott yfirlit yfir þetta og kannski sjá einhverju sem skoða nú heimasíðun okkar, sem við vonum að séu sem flestir, sjá einhver tækifæri, hvort sem er að kaupa eða koma með einhverju starfsemi á land sem að sveitarfélagið á. Þannig að þetta er svona tilgangurinn með þessu. Takk. Takk fyrir það. Ég held að þetta sé bara besta mál. Orðið að laust tillöguna. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hann að gefa merki. Til hann samþykkt samhljóða. Liður 21 til umsagnar frá Alþingi málasafn 2021. Það er óskað umsagnar tillögu til þingsályktunar lýðheilsustefnu til ársins 2030. Mál númer 645. Það er lagt fram til kynningar. Liður 22 SAS stjórnarfundur númer 568. Fundargerð frá 24. mars 2021. Hún er lögð hér fram til kynningar. Liður 23. Samband íslenskra sveitarfélaga fundur 896. Fundur frá 27. mars 2021. Fundargerðin er hér lögð fram til kynningar. Liður 24. Félagsmálanefnd fundur 86. Fundargerð frá 18. mars 2021 er lögð hér fram til kynningar. Liður 25. Samstarfsnefnd könnun á sameiningu sveitarfélaga í Rangárvall og Vestur-Skaftafellssýslu. Fundargerð frá 9. apríl 2021 er lögð hér fram til kynningar. Og liður 26 viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19, Rangárþings ytra, ýmis skjöl frá sóttvarnayfirvöldum, ráðuneyti, sveitarstjórnarmála og fleira er lögð hér fram til kynningar. Liður 27 Vottunarstofan Tún EHF, tilkynning hlutafjáraukningu.
Það tilkynning hlutafjáraukningu í vottunarstofunni Túni og sölu félagsins á eigin hlut í félaginu. Það lagt hér fram til kynningar og liður 28 upplýsingar varðandi eftirlitsmyndavélar frá lögreglustjóranum á Suðurlandi eru lagðar hér fram til kynningar. Það ekki fleira á dagskrá þessa fundar hjá okkur í dag að loknum yfirlestri fundargerðar og undirritun. Það segi þessum fundi slitið og þakka ykkur fyrir góðan fund.